Félag í eigu Jakobs Valgeirs Flosasonar sem oft kenndur við Steam fékk nýverið fyrirgreiðslu hjá Landsbankanum til að kaupa kvóta fyrir það bil 1 milljarð króna. Þetta gerðist eftir að tugmilljarða skuldir höfðu verið afskrifaðar hjá Glitni og gamla Landsbankanum vegna félaga í hans eigu. Landsbankanum finnst ekkert athugavert við að lána Jakobi Valgeir til kaupana enda séu skuldir hans og afskriftir í gamla Landsbankanum. Helgi Seljan og Jón Egill Bergþórsson hafa skoðað þessi mál. Jakob Valgeir Flosason, útgerðarmaður í Bolungarvík, komst fyrst í fréttir leið og huldufélagið Steam stuttu eftir hrun. Þá var upplýst að þetta nýstofnaða félag hefði gegnt lykilhlutverki í tugmilljarða viðskiptum með bréf í Glitni og FL Group sem nær öllum hluta voru fjármögnuð með láni úr Glitni. Var að ræða nýstofnað félag í eigu nokkurra aðila undir forystu Jakobs Valgeirs sem fékk 20 milljarða lán til hlutabréfakaupana með veði í bréfunum sjálfum framhjá lánanefnd bankans. Með þessu var þetta litla félag þriðji stærsti skuldari Glitnis og átti orðinn stóran hlut í bankanum sjálfum og FL Group. Þessi viðskipti nú til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara vegna grunns að ólöglega hafi verið staðið að þeim. Jakob Valgeir hefur verið yfirheyrður vegna þeirra nýlega sem vitni. Vart þar að taka fram að féð sem lánað var til viðskiptana nú tapað. Jakob Valgeir hafði þrátt fyrir að lítið bæri á honum í heimi viðskiptalífsins verið umsvifamikill í hlutabréfaviðskiptum fyrir hrun. Hann átti og áraunar enn útgerðarfélag í Bolungarvík ásamt föður sínum, en það ekki síst auður fjölskyldunar sem tengist sölunni á togaranum Guðbjörgu IS miðjan 9. áratug síðustu aldar sem gerði feðgunum kleift að veðja á íslenska hlutabréfamarkaðinn. Og það gerðu þeir feðgar og áttu fyrir hrun hluti í ýmsum félögum á markaði í gegnum nokkur félög í sinni eigu. Meðal annars í gegnum útgerðarfélag þeirra Jakob Valgeir sem tekið hafði milljarða stöðu í hlutabréfum í ýmsum fyrirtækjum fyrir hrun. Þetta fé tapaðist og meira til. Skuldir Jakobs Valgeirs EHF námu þannig 13 milljörðum króna við hrun bankana. Landsbanki Íslands var stærsti kröfuhafinn en auk þess átti Íslandsbanki lítinn hluta af kröfum í fyrirtæki. Gamli Landsbankinn ákvað þó að leyfa þeim feðgum að bjarga eignum út úr félaginu yfir í annað félag að því gefnu að þeir yfirtækju skuldir sem veð voru fyrir. Það átti þó einungis við lítinn hluta skulda við bankan. Íslandsbanki átti þó tryggari veð og því enduðu 3 milljarðar króna af skuldum inn í félaginu Guðbjarti ásamt eignum Jakobs Valgeirs EHF, verðmætum kvóta og skipi. Fyrirtækið Guðbjartur EHF annað útgerðarfélag í eigu þeirra feðga. Nöfnum félagana var síðan breytt þannig að Guðbjartur fékk nafnið Jakob Valgeir en félagið sem hafði borið það nafn og stemdi nú í þrot fékk nafnið JVAF EHF. Eftir sátu 7 milljarðar í skuldir í félaginu JVAF. Skuldir sem væntanlega verða afskrifaðar rétt eins og 20 milljarðarnir sem afskrifaðir voru vegna Steam-viðskiptana sem feðgarnir áttu í ásamt fleirum. Allt þetta var gert með vitund og vilja gamla Landsbankans sem taldi sig vera að verjast frekara tapi. Eigendur útgerðarfélagsins Festi í Grindavík voru ekki eins heppnir. Þeir skuldsettu félagið mikið vegna kvótakaupa og við bankahrunið margfölduðust skuldir félagsins. Þeir reyndu árangurslaust að semja við kröfuhafan sem í þessu tilfelli var Landsbankinn. Því lauk með því að félagið fór í gjaldþrot og var selt í útboði á vegum Landsbankans við lok síðasta árs. Nokkur tilboð bárust en það langhæsta 3,2 milljarðar króna kom frá félaginu Völusteini í Bolungarvík. Það félag í eigu Gunnars Torfasonar, viðskiptafélaga Jakobs Valgeirs, meðal annars í Steami. Fyrir kaupin á Festi átti Völusteinn 1 bát og hafði yfir að ráða aflaheimildum. Völusteinsmenn fengu lán fyrir 80% af kaupverði Festis hjá Landsbankanum og greiddu 700 milljónir króna út. Festi var og raunar enn stærsta útgerðarfélagið sem sett hefur verið í þrot og selt eftir hrun. Þannig var félagið á sínum tíma þriðja kvótahæsta útgerð Íslands þegar kvóti smábáta var 1 talinn. Félagið átti auk þess talsverðan kvóta í stóra kerfinu eins og það kallað, auk 6 báta. Fljótlega eftir að salan gekk í gegn fóru á loft kenningar að Jakob Valgeir stæði að einhverju leyti á bakvið tilboð Völusteins, en því hafa bæði eigendur þess félags og Jakob sjálfur staðfastlega neitað. Eignir Festis hafa núna allar verið seldar, tæpu ári eftir að félagið var selt og nýjir eigendur lýstu stórum hugmyndum rekstur þess. Athygli vekur að helmingur aflaheimilda Festis nú komin á báta útgerðarfélagsins Jakobs Valgeirs,
auk þess sem einn af bátum Festis nú skráður í eigu Jakobs Valgeirs ehf. Við þessum eignum tók Jakob Valgeir Flosason af Völusteini í gegnum nýstofnað félag sem heitir því sérkennilega nafni B15. B15 keypti í haust félagið Salting af Gunnari Torfasyni samkvæmt upplýsingum úr fyrirtækjaskrá. Björg Hildur Daðadóttir skráð fyrir félaginu sem nýstofnað en meðstjórnandi hennar í félaginu eiginmaður hennar, Jakob Valgeir Flosason. Kaupverðið var samkvæmt heimildum Kastljós í kringum 1 milljarður króna og var að stærstu eða öllu leyti greitt fyrir með yfirtöku lána sem Landsbankinn hafði veitt til kaupa á þrotabúi Festis. Áður en þau viðskipti fóru fram hafði félagið Salting skipt nafn. Það hét áður Völusteinn og var það félag sem keypti Festi. Annað félag sem hét Salting tók svo nafn Völusteins og þarinn fór bátur og aflaheimildir sem Gunnar hafði átt fyrir kaupin á Festi. Í samtali við Kastljós vildi Gunnar ekki gefa upp hversu mikið Jakob hefði greitt fyrir félagið, kvótan í því og bátinn sem áður tilheyrðu Festi. Hefði verið að ræða yfirtöku skulda. Slíkur gjörningur fer ekki fram á leyfi kröfuhafans, í þessu tilfelli Landsbankans. Gunnar sagði bankanefnd hafa samþykkt viðskiptin. Jakob Valgeir sagði í samtali við Kastljós að kaup hans og konu hans á félaginu væru ekki eingöngu yfirtaka á lánum sem veitt voru vegna kaupa á Festi. Hann vildi þó ekki gefa upp hversu mikið hefði verið greitt út í viðskiptunum og hann vildi heldur ekki svara því hvers vegna sú leið hefði verið farin að stofna sér félag utan kaupin á kvótanum og bátnum sem síðan vistaður í öðru félagi hans eigu. Eins og áður segir hafa skuldir Steams við Glitni þegar verið afskrifaðar en þær nema 20 milljörðum króna og hlutur Jakobs í þeim því nokkur. Í yfirlýsingu sem Jakob Valgeir Flosason sendi frá sér í árslok 2008 kom fram að skuldir hans við Landsbankann námu þá rúmlega 19 milljörðum króna. Ljóst að afskrifa þarf 7 milljarða króna vegna félagsins JVAF ehf. Einnig þarf að afskrifa 2 milljarða vegna félagsins Áls, en það félag hefur nú þegar farið í gegnum árangurslaust fjárnám. Hvað hina 10 milljarðana varðar ekki ljóst hvað verður þá, jafnvel gæti þurft að afskrifa hluta þeirra eða þá alla. Þetta virðist þó ekki hafa staðið í stjórnendum Landsbankans þegar annað félag í eigu Jakobs Valgeirs knúði dyra hjá bankanum í þeim tilgangi að yfirtaka lán vegna kaupa á miklu magni aflaheimilda úr þrotabúi annarar útgerðar. Hjá Landsbankanum fengust þær upplýsingar að bankinn hefði ekki gert athugasemdir við að félag Jakobs Valgeirs og konu hans yfirtæki lánin. Milljarðaskuldir Jakobs og afskriftir þeirra væru ekki í höndum Landsbankans heldur gamla Landsbankans.